Á sviði efnis- og líftækni unnið að fjölda rannsókna og tækniyfirfærsluverkefna í þágu atvinnulífsins. Við kynnum okkur 2 áhugaverð verkefni sem Nýsköpunarmiðstöð Íslands kemur að, framleiðslu á vistvænu eldsneyti og framleiðslu á háhita einangrun til að fóðra rafgreiningaker álvera. Við erum svona meira og minna fást við allt sem viðkemur íslensku atvinnulífi og það má eiginlega segja að það sé framleiðslutækni, nýir framleiðsluferlar, efnistækni, þar að segja ný efni og notkun á efnum, tæringar mikið og síðan náttúrulega yfir í líftæknina og eldsneytisframleiðslu og ný efni til dæmis stóriðju eins og við ætlum að ræða og svona fleira. Það er mjög vítt starfsvið, við erum um 24-25 starfsmenn hérna með nemendum, leggjum mikið upp úr því að vinna með háskólanum og taka inn nemenda hérna í nemendaverkefni. Þannig að þetta er mjög vítt. Starfsmenn þeir eru þá væntanlega nokkuð sérhæfðir og velmenntaðir. Já, flest allir sem eru á deildinni eru annaðhvort með doktorsprófi eða með meistaraprófi í verkfræði og eru sem sagt þess vegna mjög velmenntaðir til sinna starfa hér sem rannsóknir og þróun. Það sem gott að mjög margir koma með menntun erlendis frá, þannig að ég með starfsmenn hérna sem eru menntaðir, doktorsmenntaðir í Bandaríkjunum, í mismunandi fylkjum í Bandaríkjunum, frá Þýskalandi, Englandi, Svíþjóð, Noregi, Danmörku. Þannig að við erum svona dálítið suðupottur hugmynda og raunverulega samsuðu að því verklagi sem viðgengst í þessum löndum, sem alveg frábært þegar við förum í erlend samskipti og erlend verkefni. En hvernig stöndum við okkur í rannsóknum á þessu sviði við Íslendingar? Það fer nú eftir hvað sviðið svo vítt. En það sem við höfum svona kannski helgað okkur vettvang, svona það sem okkar helstu, þannig má ég segja að við séum bara mjög framalega. Eins og við byrjuðum á fyrir einhverju 6-7 ára síðan á til dæmis að veiða fisk með nýrri tækni. Og nú við erum komið langt með einkaleyfisumsókn á því, að fá einkaleyfi á því að veiða fisk á þennan hátt. Í öðru þá erum við með málsteypu aðferð, það sem líka einkaleyfisumsókn að nýrri tegund af málmi sem kemur á markaðinn og að koma á markaðinn hérna á Íslandi. Þannig að þar sem við höfum svona helgað okkar svona helstu krafta, þar náum við ágætum árangri og höfum náð. Finnst þér atvinnulífið leita nógu mikið til ykkar samstarf? Nei, nú erum við örugglega ásáttið það að nógu mikið aldrei nógu mikið. En það gerir það vegna þess að þeir sem að koma hérna og vinna með okkur, að þeir koma aftur og aftur. Þannig að það eru bestu meðmæli sem við fáum þegar fyrirtæki sem við erum búin að þróa vöru eða afurð með, að það fyrirtæki kemur aftur og spyr, getum við ekki gert eitthvað meira saman, sko. Og það gerist sem betur fer í öllum tilfellum. En hvenær nógu mikið, það aftur á móti ég myndi gjarna vilja fá meira og bara stækka þetta. Snúum okkur að áhugaverðu verkefni, framleiðslu hérlendis á kalsíum-silíkat háhita einangrun sem hentar vel sem ysta lag í fóðrun rafgreiningarkerja álvera. Í dag staðan sú að allt slíkt einangrunarefni flutt inn með tilheyrandi gjaldeyrisútgjöldum. Þetta er svolítið skemmtilegt verkefni vegna þess að í hruninu 2008 í október-nóvember að þá fer í gang mjög umfangsmikil vinna hérna innanhús í Nýsköpunarmiðstöð alls kyns svona þróunarverkefni og aðgerðir sem við getum gert til að hjálpa. Og eitt af þeim var að við skoðuðum möguleikana á nýrri tækni og nýjum afurðum og það sem hafði lengi verið í umræðunni þá og enn til dæmis háhita nýting í gegnum gufuveitur. Það sem boraðar holur niður í jörðina 2000-2500 metra djúpar og svo koma gufulagnir frá þessum holum og í virkjunina. Og þetta allt ofanjarðar, þetta talin sjómengun og við veltum fyrir okkur hvort það væri forsendur fyrir því að koma þessu niður í jörðina og gera þetta þá bara ósýnilegt. Það myndi hjálpa mikið upp á nýtingu auðlindarinnar og orkuafhendingun og annað slíkt. Þá kom í ljós að það vantaði algjörlega einangrun fyrir rörin. Ef það væri í jörðinni þá dygði ekki svo einangrun sem væri til. Og þá fór í gang svona hugmynd að vinna að þróa einangrun. Og úr því kom í ljós að það var til einangrun sem mikið flutti inn til landsins meðal annars en notuði í álverunum sem myndi henta ágætlega í þessar gufulagnir. Og við fórum í að skoða þetta mál, að framleiða þessa einangrun, fyrst í gufulagnir en enduðum í því að fókusera eiginlega á álverin. Og það kemur í ljós að við skoðun að þá flutt inn að þessari einangrun 50-40 feta gámar á ári. Bara með þessari einangrun, þetta mjög létt en mjög rúmfjært. Og þessi 411 tonn sem við erum að tala í þessu,
að þetta yrði ágætis grundvöllur fyrir verksmiðju sem gæti jafnvel framleitt ekki bara fyrir íslensku álverin eða álverin sem eru hér starfandi, heldur líka inn í þessar keðjur sem eru komnar hér með álver. Og þetta er svona forsenda fyrir því að við fórum í gang. Staða verkefnisins í dag, hvernig er staðan? Já, staðan í dag er þannig að við erum búin að stofna fyrirtæki með Akraneskaupstað. Við fórum og töluðum við atvinnufulltrúa Vesturlands, sögðum honum frá þessari hugmynd og verkefninu og því að við vildum gjarnan fá Akraneskaupstað með okkur. Ástæðan er sú að þetta er sements, þetta er mjög líkt sementsefju sem er mikið þekking og góð reynsla af á Akranesi. Og fyrir utan það þá notum við í þessa einangrun, þá notum við úrgang úr járnblendiverksmiðjunni. Það er að segja kísilrykið sem er tekið í strompinu hjá þeim, að það er höfuð aðferðin til þess að framleiða þessa einangrun með þessar aðferð sem við höfum þróað hér. Hvenær sérðu fyrir þér að framleiðsla hefjist á? Já, það fer svona dálítið eftir. Það er nýbúið að ljúka viðskiptalíkaninu og sú vinna kannski sýnd okkur að þetta er kannski sýnd veiðin ekki gefin. Því að fara með einangrun nýja frá nýjum framleiðanda inn í álver, það er ekki það auðveldasta sem þú gerir. Það er rekstrar öryggi álversins og framleiðslu öryggið og allt því sem að ræður miklu þar. Þannig að þetta er mjög langt ferli að fá vöru samþykkta. Og við sjáum fyrir okkur að slíkt ferli myndi kannski vera fjárfestum of mikil byrði til að bíða eftir. Þannig að hugsanlega væri þá að fá þá fyrirtæki sem er þegar í business í þessu erlendis til að reisa verksmiðju hér til að nýta þessa afurð eða þá að byrja á því að framleiða prufeiningar, til dæmis hér á Nýsköpunarmiðstöð, fá þær prófaðar inn í álverum og þegar þær væru samþykktar að stofna þá til framleiðslunar hér á landi. Framleiðsluferli hefst auðvitað á hráefnunum og fyrir það fyrsta þá þurfum við kísilryk sem við fáum frá Íslenska járnblendifélaginu gamla Elkem í dag og svo þarf kalk og trefjar og flóknar er það ekki. Þessu síðan öllu blandar saman í vatnslaust en það er ekki sama hvernig sú blöndun fer fram því að ef þú hrærir þessu saman og setur henni í ofn eða lætur standa á borði þá mun þetta harðna á endanum og þú færð einhvers konar fast efni út sem er ekki ósvipað steinsteypu. Þetta efni hins vegar hefur mjög takmarkað einangrunargildi og til þess að ná fram þessum eiginleikum sem við viljum þá þarf að ná fram ákveðinni byggingu á efnasambandið og það gerum við með því að blanda þetta í þrýstikatli eða autoklafa sem að gera okkur kleift að gera blöndunina við mjög hátt hitastig og háan þrýsting. Efnasamböndin í þessum efnum, lýstu þeim fyrir mér? Efnasamböndin eru kísiloxíð, það er SiO2 sem að blandast hvarfast við kalkóxíð. Það fer svolítið eftir hlutföllunum sem að maður hefur á milli þessara tveggja hvaða byggingu á efnasambandinu við fáum en í rauninni þá er kalsíumsilikat efnasambandið nokkurn veginn kísilóxíð, kalkóxíð og svo er bara mismunandi hlutföll þarna á milli. Þetta er hlutföllin, hitastigið og hvarftími, þrýstingur, þetta eru atriðin sem að ráða byggingunni. Þetta hljómar mjög einfalt. Þetta hljómar mjög einfalt, er mjög alls ekki flókið. Það hins vegar er ótrúlegt hvað smá breytingar geta haft mikið að segja upp og það að ná fram akkúrat þeim eiginleikum sem að við óskum eftir, sem í þessu tilfelli er svokölluð sonarleit bygging og það er það form kalsíumsilikat sem gefur hæsta einangrunargildið og það þýðir er að öll kalsíumsilikat efnasamböndin eru á nálaformi og ef við skoðum mynd af því þá sjáum við að þetta er svona eins og pínulitlar furunálar sem liggja þétt saman og það er þessi nálabygging sem gerir það verkum að þetta er gríðarlega efnislétt því það er mikið loft inn á milli þessara nála og það hefur líka síðan mjög mikil áhrif á einangrunargildi. Þetta mikla loftrými gerir það verkum að þetta efnasamband hefur þetta mikla einangrunargildi sem það þarf að hafa. Hversu mikil er einangrunin? Einangrunin fyrir
kalsíumsilikat á sónótleitt formi það góð að þú getur verið með hitastig upp á 900 til 1100 gráður Celsius og fengið samt viðunandi einangrunargildi í gegnum slíkt efni. En hugsanlegt að þetta íslenska hugvit verði að útflutningsvöru í framtíðinni? Sjálfsögðu, þetta frábært og við sjáum alltaf hér að ein hugmynd hún fæðir af sér tvær aðrar. Þannig að þú sér að við byrjum á því að hugsa neðanjarðarlagnir fyrir gufuveitur, endum inn í álverunum og hver veit við förum að framleiða arinn einangrun hérna eftir árið. Sko. Hugaflugið verður alltaf að ráða þessu og það nóg að því. Álverið í Straumsvík sem hluti af Rio Tinto Alcan hefur stutt þetta verkefni með tæknilegri þekkingu. Við hérna í Straumsvík viljum mjög gjarnan stuðla að því að hjálpa þeim sem eru að reyna að þróa nýjar hugmyndir, stuðla að því að það verði til sem flest störf í kringum okkar starfsemi, efnahagslegur ávinningur samfélagsins af okkar starfsemi sé sem mestur og þetta í rauninni skólabókardæmi, þetta verkefni hvernig við teljum að slík aðkoma geti verið best. Það að segja að veita aðstöðu til þess að prófa, þróa nýja hluti og það vil svo vel til í þessu tilviki að þá höfum við mjög góð aðstöðu til þess og það sem verið að þróa líka afurð sem að gæti nýst okkur í framtíðinni, þannig að ávinningurinn á báða vegu. Hvernig styðjið þið þetta verkefni? Við veitum aðstöðu til þess að prófa þessi efni og hér eru sem sagt allar aðstæður til þess og í því felst nú stuðningurinn aðalega að það sé þá svona tilrauna völlur ef að svo mætti orðið komast til þess að athuga hvernig þetta reynist og það hefur gefið mjög góða raun. Og Ólafur Teitur vongóður jákvæðan árangur þessa verkefnis. Ef að verkefnið gengur eins vel og vísbendingar eru og lítur út fyrir í dag að þá væri hér komin valkostur fyrir okkur efni sem að við getum notað í okkar rekstri. Þá skulum við snúa okkur að rannsóknum sem snúast framleiðslu á lífeldsneyti. Við erum í verkefni sem heitir lífeldsneyti og hluti af því að framleiða eða gera úttekt á metanvinnslu hér á landi, bæði þá hráefni og þó aðferðir. Og við höfum verið að þróa ákveðna formeðferð á hráefninu til þess að auka nýtinguna á því. Þannig að það framleiðist meira metani og verður betri nýting og gerjun á því. Hvaða hráefni eru við þá að tala um? Já, fyrir utan hauggasið sem náttúrulega kemur eins og á Álfsnesið, þá hefur við möguleika hérna til dæmis í Stór-Reykjavíkursvæðinu að taka það bil 30.000 tonn af lífrænu sorpi beint í metangerjun og það myndi vera að skila svona 3-5 milljónum rúmmetra af metani sem dugar á 2-3.000 bíla. Og þar að auki þá eins og í sveitum landsins, þá mykja og húsdýraskítur alveg kjörið fyrir metanvinnslu. Og þar að auki þá áburðurinn sem eftir þar að segja lífræna fastaefnið, það 3 sinnum betri áburður heldur en mykjan sjálf. Og þetta magn í sveitum landsins eitthvað 800-900.000 tonn og þó myndi ekki nýta nema sem 10-15% af því, þá það að gefa cirka 10 miljón rúmmetra af metangasi. Það raunhæfur möguleiki að við verðum fann að búa til metan í nokkuð stóru stíl í framtíðinni? Já, klárlega það sem við stefnum að og í þessu verkefni sem ég í, þá erum við einmitt að kortleggja hráefnisöflunina og hvernig við getum snúið okkur að því að gera þetta á hagkvæman hátt. Hverjir yrðu helstu notendur þá? Á metangasi? Það eru einfaldlega, já, það náttúrulega bílar náttúrulega og svo vinnutæki í sveitum sérstaklega og það alveg hugsanlega hægt að nota metangas líka á báta. Það sem skiptir máli í sambandi við hefðbundna metanvinnslu það að hún nýtir ekki hráefnið nægilega vel. Það sem skiptir mjög miklu máli að brjóta upp hráefnið þannig að nýtist þessum metangerjandi bakteríum eins og vel og hægt er. Og það sem við höfum verið að prófa núna að nota svokallega háorku rafpúlsa til að brjóta upp hráefnið og þetta virðist að gefa góða raun. Og þetta brýtur upp hráefnið og gerir það verkum að það verður meira af hráefninu sem bakteríum geta nýtt sér og það eru fljótari og skjótvirkari að nýta sér það.
og þannig að við getum hugsanlega jafnvel tvöfaldað magnið af metani úr hráefninu með þessum hætti. Á Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur verið smíðað svokallað rafpúlsatæki. Þetta er byggt upp af stjórntæki sem hleður upp þétti upp í 20.000 volt og þegar því marki náð þá hleypir það gegnum rafpúlsa gegnum rafskaut. Og við það þá brýtur það upp lífræna efni sem er dælt á milli rafskautana. Þannig að þetta tæki gegnir mikilvægu hlutverki? Já, við ætlum að nýta það í þessu tilgangi að brjóta upp þetta lífræna efni til þess að nýta það betur í metanframleiðslu. Hjá Sorpu eru stundaðar rannsóknir í tengslu við framleiðslu á lífeldsneyti. Þessi rannsóknaraðstoð er til þess að athuga hvað hægt er að framleiða mikið af metani úr, í þessu tilfelli 8 tilfellum af hráefni. Þetta hráefni er til dæmis fengið úr heimilissorpi, úr öðrum tegund og lífrænum úrgangi, svo sem allt frá mykju og garðúrgangi yfir í þessa flóknu blöndu sem heimilissorpi er. Hlutur Nýsköpunarmiðstöð til dæmis í þessum verkhluta er að athuga hvort að meðhöndlun með rafpúlsum geti aukið þá haugarsframleiðslu úr þessu hráefni. Þannig að fjöldi tilrauna í þessari aðstöðu hér verður umtalsverður, vel á annað 100 og það þýðir að þeir sem að vinna því, svo sem Magnús Guðmundsson frá Nýsköpunarmiðstöð og meistaranámsnemi á hálfu Sorpu, Nicolas Proietti, ásamt mér, þurfum að dvelja hér nokkuð lengi og vera fram á þetta ár. Í byrjun var þetta rauninni samlagsverkefni 2 umsókna sem að bárust fyrir 4 árum inn til Tækniþróunarsjóðs og þá náðist rauninni svona samkomulag nokkuð stóra umsókn, þá ekki með þeim öllum aðilum en komst fram ný umsókn sem að byggðu þá þeirri hugmynd að ná öllum gerðum eða sem flestum gerðum af lífeldsneyti sem eru framleiddar eða mögulegt að framleiða í Íslandi og athuga hvort að hvaða hagkvæmni væri fólgin í hverri tegund fyrir sig og þá eins hvaða framleiðslu möguleikar væri svona viðeigandi á Íslandi, þá bæði til dæmis örverur sem er hentuð til að búa til etanól eða metan og þá tæknilegu aðbúnaður svo sem til að geta búið til fyrstitropsdísilolíu og svo framvegis. Þannig að þetta er hagkvæmni athugun miðað við íslenskar aðstæður. Markmiðið er það í rauninni að draga úr gróðurhúsaáhrifum frá urðunarstaðnum. Það er þess vegna sem verið að safna metaninu eða haugasinu. Metan er 21 sinni verri gróðurhúsalofttegund heldur en kolsýra eða CO2. Þannig að það er kannski yfir markmiðið en síðan höfum við bara nýtt okkur það þá að þetta er ökutækjaeldsneyti. Og núna, eins og staðan er núna, þá kannski er farið að kalla eftir metaninu sem sé af ökutækjaeigendum og þá fer þarna saman þessi þörf á ökutækjaeldsneyti og það að draga úr umhverfisáhrifum urðunarstaðarins. Þannig að þetta er svona það sem í hnotskurn sem máli stendur Nú, metani verður til við niðurbrot á lífrænum efnum og það er bara bakteríur sem að brjóta þetta niður og það er ætlunin í framtíðinni að hætta urðun á lífrænum úrgangi og það er búið að gera áætlun það að setja þá upp verksmiðju sem að tekur lífræna úrganginn og breytir honum í að hluta til í metan og þetta viljum við fullyrða, langbesta lausnin. Ef maður skoðar til dæmis í Evrópu að þá hefur svona staðið styrjinn 2 tæknilausnir, annars vegar metanframleiðsla og hins vegar venjulega jarðgerð. En metanframleiðslan hefur það umfram jarðgerðin að hún býr til orku. Jarðgerð hins vegar eyðir orku. Og að því leytinu til er metanframleiðsla langt betri og það hafa allar rannsóknir sýnt að það er langt betri leið fyrir lífrænan úrgang. Það er að búa til metan með gasgerð heldur en að vera með jarðgerð og búa bara til moltu. Þannig að það er það sem að drífur okkur í enn frekar út í það að fara í vinnslu á lífrænum úrgangi með gasgerð.
Og í gasgerðarferlinu verður hvort þið líka til einhvers konar áburðarefni sem ekkert ósvipað moltu. Þannig að þú ert ekkert að tapa næringarefnum eða öðru slíku. Eina sem þú ert að gera að þú ert að ná orkunni, ég myndi sagt að við séum að ná geymdri sólarorku út úr efninu. En hverjir eru hagsmunir almennings? Almenningur getur einfallega vænst þess að annars vegar að Ísland standi sér betur í kolefnajöfnun og þá minni innflutningi á bifreiðaeldsneyti í þessu tilfelli og þá eins að hollur er heimfengi baggi, það er gott að breyta úrgangi í eldsneyti. Nánari upplýsingar efnis- og líftækni er að finna á heimasíðu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands nmi.is.